Já, við erum hérna í þríðningnum ABC, það sem C er 90 gráður, hliðin A er 15 og miðlína B er 17. Ok, hvað er hann að segja okkur? Jú, hornið C hérna niðri er 90 gráður, hliðin A, ef þetta er hornið A þá er þetta hliðin A hér, hún er 15 og svona segjum við okkur að miðlína B, það er að segja línan sem er hérna frá miðjunni á línunni B og upp í hornið er 17. Sem sagt, við erum að finna lengdirnar á B, C og M af A, miðlínan af A. Ok, B og C eru hliðarnar í þessi þríðning, þannig að þetta er hliðin C, hún er beint á móti horninu C, og svo er þetta hliðin B því hún er beint á móti horninu B. Ok, ég veit þessa hlið hér, þessa miðlínu af B. Ég veit líka hliðina A sem þýðir ég get fundið hennar stubb hér með Pýþagóras. Og leið og ég veit hennar stubb hér, þá veit ég þennan stubb hér og get þá raun og veru sagt hvað öll hliðin B er löng. Ok, byrjum á að finna hennar stubb hér. Ég veit þessa hlið hér og þessa hlið hérna. Ég er þá að nota Pýþagóras til að finna hennar stubb. Pýþagóras er A í öðru pluss B í öðru jafnt og C í öðru, eða skammhlið í öðru veldi pluss önnur skammhlið í öðru veldi er jafnt og langhliðin í öðru veldi. Og samkvæmt þessum þríðning þá veit ég langhliðina, hún er 17. Setjum þá 17 í öðru veldi í staðinn fyrir C. Og það skiptir ekki máli hvor er A og hvor er B hérna. Ég valdi að A sé 15 í öðru veldi, B er þá B í öðru veldi. Ég þarf þá einangra B, ég þarf að flytja 15 í öðru veldi yfir samansammerkið. 17 í öðru veldi er 289. En 15 í öðru veldi þegar það er flutt yfir þá er það mínus 225. Nú þá reikna ég þetta, 289 mínus 225 er 64. Og B í öðru er það jafnt á 64. Ég tek þá kvadratrótina af B í öðru veldi og verð að gera það sama hinum einn. Þess vegna er B jafnt og kvadratrótina 64 eða 8. Ég veit þá þennan stubb hér, hann er 8 og að því að þetta er miðlína sem að klýfur hliðina B í jafnstóra parta þá er þessi partur hérna líka 8. Þannig í heildina þá er B 16. Þannig að hérna ætti þá að standa 16. Ok, B er 16. Þá ætla ég að fara að finna núna þessa langhlið hérna, þessa hlið C og að því ég veit núna alla hliðina hér að hún er 16 og ég veit að þetta er 15 þá er ég að fara að nota Pýþagóras. A í öðru veldi pluss B í öðru veldi er jafnt og C í öðru veldi. Ok, hér er Pýþagóras mættur. Setjum inn það sem við vitum skammhliðarnar 15 í öðru veldi og 16 í öðru veldi. Það er jafnt og langhliðin í öðru veldi. 15 í öðru veldi er 225 en 16 í öðru veldi er 256. Við leggjum þetta saman, fáum 481 og ég er jafnt og C í öðru veldi. Ég þarf núna að losna við þetta annar veldi, þá ger ég kvadratrótina báðum megin. Þá er annar veldi farið á C-inu og kvadratrótin af 481 er 21,93. Þannig að þessi hlið C er þá 21,93. Hliðin C, ekki A. Nú, síðasta sem ég á að finna hérna er þessi lína hér sem er miðlína af A. Það sem hún gerir er að hún klýfur hliðina A í 2 jafnstóra parta. Þannig að ef hún er 15 í heildina, alla leið, þá er helmingurinn af henni 7,5.
Þannig að ég get núna nota Pýþagóras, þessa í öðru veldi, sem 16 í öðru veldi, pluss 7,5 í öðru veldi, þá jafnt og þessi langhlið hér. Setjum upp Pýþagóras. Hann hér mættur. A 7,5 og setja í annar veldi, pluss hinn skamliðin 16 í öðru veldi jafnt og langliðin í öðru veldi. Sem sagt þessi rauða lína hér. Ok, 7,5 í öðru veldi 56,25, 16 í öðru veldi 256. Þá skulum við leggja þetta bara saman, fáum 312,25, jafnt og C í öðru veldi. Ég þarf þá að losna við annað veldi hérna, gera þá kvadratrót hérna hægra megin og gera það líka vinstra megin við samsemmerki. Og kvadratrótin af 312,25 17,67. Það þýðir að miðlínan af A 17,67. Takk fyrir.